Já, það er heilmikið sem er að gera með rafmagn. Það gengur allt fyrir rafmagni í dag. Já, það er bara rafmagn yfir alls konar byltingamyndir. Það er allt frá tölvumerkjum upp í að keyra heilu álverin eða hvað sem er, þannig að þetta er allt bara rafmagn. Við framleiðum tölvubretti. Allan hér á spítalnum þá eru rafmagnsvirkjanir að vinna í mjög fjölbreyttu umhverfi. Við erum að vinna í loftstýringum, við erum að vinna í háspennu, við erum að vinna í lágspennu og við erum að vinna í mekaník. Það svona ægir öllu saman. Á kannski einu tölvubretti er kannski við 300 íhlutir. Þeir geta færst til, snúið yfir eða bara hreinlega vantað. Það er rauninni okkar hlutverk að sjá til þess að allt er á sínum stað. Spennan á kerfinu okkar hérna á Landsneti er allt frá 66 kV og upp í 220 kV. Þetta er allt miklu svona stærra og hættulegra. Eða kannski ekki. Til dæmis í tækinu við átta mig að þá er rafmagn notað til að búa til röntgengeislun sem krefst mikillar orku og það er aðeins svona 1% af orkunni sem verður að röntgengeisla. Ef allt þetta detti út þá myndi líklega koma ægilegt högg á kerfið og landið er ekki bara rafmagnslaust í einhvern tíma. Líkaminn býr til rafmagn sem að við notum svokallaða sjúklingamónitora til að nema og út úr þessu lesum við hjartalínurit og einnig þetta að mæla vöðvahreyfingar. Í þessari virkjun sem við stöndum fyrir framan hérna núna er til að mynda fyrsti Bluetooth-stýrði segulmögnunarbúnaðurinn á Rafala sem er fyrsta virkjunin sinna tegundar í heiminu sem er byggð ný með Bluetooth-búnaði. Svo finnst mér náttúrulega bara mjög gaman að fikta þetta úti.